Námsefni mitt fjallar samningatækni. Ég lendi í hálfgerðri holu við að velja umfjöllunarefni því að bakgrunnurinn minn í rafvirkjun og mér fannst ég endilega þurfa að sinna því en ég hef ekki verið þar í 25 ár. Þannig að í hugarflugi með hópfélögum mínum, þeim Önnu og Tinnu, minntist ég á samningatækni og fékk hvatningu frá þeim að sinna þessu. Þannig að það kom vissulega hik á Sæberg en ég tók því sem þöglu samþykki að fá að halda áfram með þetta efni þó það sé ekki beint tengt einhverju sérstakri iðngrein. Eða hvað, samningatækni kannski tengt iðngrein, jafnvel öllum iðngreinum, líka öðrum iðngreinum. Mitt mat að mörguleita svo sé. Ef við viljum þá getum við oft verið að semja. Það vissulega búið að sótthreinsa í burtu úr samfélaginu okkar mörg tækifæri, vörur í búðum til dæmis verðmerktar og engum dettur í hug að fara að semjum verð á 5 bönunum, en það eru samt tækifæri hjá þar til þess að búa til ágreining. Ágreiningur er nefnilega í raun og veru algengasta forsendan fyrir samningum og ef það er ekki ágreiningur þá má búa hann til. Mörg okkar hins vegar forðumst ágreining af ýmsum ástæðum og förum leið og misvið tækifæri til samninga. Ástæðurnar fyrir því að við forðumst þetta eru fjölbreyttar, við viljum bara frið, við erum kannski feimin, við erum sættum okkur við orðin hlut, finnum til ákveðna vanmáttakenndar eftir að við höldum að hinn viti betur. Við erum meðvirk, getum skort sjálfstraust og svo mætti raun og veru lengi telja ástæður sem að valda því að við forðumst ágreining. Ef við höfum hins vegar í huga að mjög oft og miklu oftar en við höldum til önnur leið, þá fara að opnast dyr að ýmsum tækifærum. Lægra verði, betri niðurstöðu, meiri gæðum, dýpri samræðum og meiri samskiptum. Ég minnist á skammstöfunina Batna í kynningunni minni. Ég valdi að gera það í þeirri von að þetta myndi festast í minni þeirra sem ýmist sitja þannan tíma sem að kennsluefni verði notað í eða lesa kynninguna. Þó þetta verði það eina hugtaki sem að nemendur myndu muna eftir, þá myndi ég líta á það sem ákveðin árangur í vegferðinni í útbreiðslu fagnaðarerindis samningatækni. Því að Batna það stendur fyrir Best Alternative to Negotiated Agreement. Svona lauslega þýtt að þá þetta svona varaleið eða útleið eða besta samanburðarleiðin út úr því sem að annars yrði samið Þetta annar valkostur, þetta önnur niðurstaða. Og það svolítið valdeflandi að muna eftir þessu þegar maður að semja, að það nánast alltaf til önnur leið. Heldur en samkomulagið eða aðstæðunar eða staðan sem uppi, eða við erum að verða til, eða staðan sem að verða til. Og hún ekki endanleg eða hún ekki afarkostir. Ef maður man eftir Batna, þá verður niðurstaðan oft önnur. Það svolítið magnað að minnast á Donald Trump í þessu samhengi, en ég ætla að gera það og kannski á ekkert mjög vel við í akademísku námi, en mér finnst það samt í þessu samhengi áhugavert. Þar fer maður sem svo sannarlega ekki hræddur við ágreining. En sjáðu til, hann líka nefndur afar fær samningamaður. Og það spurning, samhengið þarna á milli og ég held að það sé. Hinn vestræni heimur stendur aftur og aftur þessa dagana á öndinni vegna innistæðulausra ásakana og oft á tíðum hreinna lyga, en hann oft á tíðum held ég fyrst og fremst að búa til ágreining. Eitt ágætis dæmi þetta að maðurinn á núna í tollastríði við nágranna sína, meðal annars við Kanada og Mexíkó, og árið 2026 þar verður heimsmeistarakeppnin í fótbolta haldin sameiginlega á Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. Trump var spurður að því þann 8. mars síðastliðinn hvernig hann sæi fyrir sér þegar hann að búa til tollastríð að ætla að halda fótboltamót með þessum sömu þjóðum og hann væri að egna til óeirða gagnvart. Mér fannst svarið hans mjög áhugavert í samhengi við samningatækni. Hann sagði, tension is a good thing. I think it make it much more exciting.
að við reynum að þýða þetta, þá segir hann einfaldlega að ágreiningur er góður. Ég held að hann gerir þetta bara miklu meira spennandi. Ég ætla hvorki að hrósa eða lasta þennan mann, en það er sama hvaðan gott kemur, að við eigum að muna það að það er óþarfi að forðast ágreining. Það er kannski inntakið í þessari sögu hjá mér varðandi samningatækni. Ágreiningur getur verið upphafið af einhverju nýju, getur verið upphafið af einhverju slæmu, en jafnvel einhverju góðu og spennandi. Því ágreiningur sem slíkur, hann er ekki niðurstaða. Það er útkoman hans. Það er það sem skiptir máli. Nú í fyrirlesturinn mínum þá legg ég mig fram við að setja svolítið mikinn texta í notes, upplýsingarnar sem að nýtast þá við kennsluna. Það sjást ekki á glærunum en kennarinn sér þær. Þannig hátt vonast ég til þess að mín fingraför og hugsunin á bakvið hverja glæru og samhengi þeirra fylgi kennsluefninu. Og ef einhver fær þá hugdættu að nota það að hluta eða heilt, þá er það að sjálfsögðu velkomið. Og fyrir þessu ári þá aðstóði ég 20 mann við að kaupa sér sína fyrstu íbúð. Það ferli að kaupa íbúð er stútfullt af snertiflötum við samningatækni og mjög mörg tækifæri til þess að búa til ágreining í því ferli. Hafandi í huga að námsefnið var fyrir 16 til 20 ára nemendur, þá fannst mér tækifæri líka í því að tengja þessi kaup, þessa sögu við fyrirlesturinn. Íbúðarkaup er hugsanlega ofarlega í huga þessa hóps, þannig að þessi íbúðarkaup eru gegnumgangandi í þessu hérna námsefni. Og það er svolítið merkilegt að í þessari sögu þá var viðkomandi búin að undirbúa sig, hún er sönn þessi saga sko, undirbúa sig bara bærilega vel og notaði mörg verkfæri í samningatækni. Og þráttur að hafa fengið í raun og veru íbúðina á betra verði heldur en hann bjóst við og náð fram nánast öllum sínum kröfum sem hann var búin að forgangsraða, þá kom hann til mín daginn eftir að hafa skrifað undir kaupsamning og sagðist ekkert vera mjög glaður. Hann væri sannfærður það að þessi kaup hefðu gett orðið betri. Svari við þessu er í fyrirlesturinn. Hvernig þetta má vera þegar þú hefur nánast náð öllu þínu fram, þá teljirðu samt þú hafa skilið eitthvað eftir. Og svona svo ég aðeins gefið til kynna hvert ég er að fara með þessu, þá er niðurstaðan svo að hann hefði sennilega orðið glaðari hefði hann greitt meira fyrir íbúðina. Það er svo magnað. En af hverju ég skil það eftir fyrir þá sem nenn að horfa á fyrirlesturinn. Fyrirlesturinn er samsettur úr 20 glærum. Þetta gæti verið svona 2 klukkustunda ferli að fara í gegnum hann. Hann er hugsaði sem eins konar upphaf, eins konar kynning á samningatækni. Í næstu tímum má þá hugsa sér að fara dýpra í efnið. Megin þemun eru 3, það er undirbúningur, framkvæmd og niðurstaða í samningum. Ég velti fyrir mér æfingum og leikjum, hvort að það ætti að vera hlutaður sem eftir samtöl og vangaveltur komst í aðri niðurstöða. Það væri sennilega óraunhæft að ætlast til þess að sá sem er eingöngu búin að sitja þannan tiltekna fyrirlestur væri tilbúin í slíkt, engum þegar þetta átt að vera fyrir aldurinn 16 til 20 ára. Að stíga fyrstu skref í að æfa sig krefst mikils trausts og áræðni. Því fylgir sektarkennd að búa til ágreining. Það er mannlegu eðli. Við verðum hrædd. Ég stingsaði upp á nokkrum leiðum í lok fyrirlestursins fyrir þá sem vilja prófa, búa til ágreining. Og ég vona að fyrirlesturinn veki upp áhuga á umfjöllunarefninu og að eitthvað sitji eftir, allavega batna. Samningatækni er svo nátengd samskiptatækni að í lok fyrirlestursins þá tengi ég þessi 2 mál svolítið saman. Annað er í raun og veru óhjákvæmilegt, þetta er svo nátengt. Það verða engir samningar án samskipta. Og því færari sem við erum í samskiptum, því betri stjórn höfum við á þeim aðstæðum sem að líklegar eru til þess að semja. Nú eða ef að batnað okkar segir að við viljum ekki semja, þá semjum við ekki. Vona að sem flestir sjáu fyrirlesturinn. Ég væri afar þakklátur fyrir endurgjöf og ábendingar það sem betur má fara og ef eitthvað
ykkur dettur í hug viðbætur. Kærar þakkir.